láðist að við þurfum að leita aðferða til að taka á dagskrá kosningu fulltrúa í heilbrigðisnefnd. Þeir sem samþykkja það vilja að gefi merki að taka kosningu á dagskrá. Það telst því samþykkt. Þá lagt til að Einar Örn Benediktsson taki sæti Sigurðar Eggertssonar í heilbrigðisnefnd og Sigurður taki sæti Karls Sigurðssonar sem varamaður í nefndinni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Viss, einhver á móti. Það telst því samþykkt. Þessum dagskrárliði þá lokið og við göngum í 4. dagskrárlið og leggjum fram fundargerðir mannréttindaráðs frá því 22. janúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá því 1. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 6. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 6. febrúar. Enginn hefur hvað sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskað eftir því að koma upp og kynna bókun undir 1. dagskrárlið og öðrum. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég kynni hér bókun vegna afgreiðslu tengist fjármálum Hörpunnar og það fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þegar framtíð Hörpunnar var ákveðin árið 2009 var skýrt að ekki kæmi til frekari viðbótarframlags en ákveðið hafði verið með samningi ríkis og borgar árið 2004. Sé rekstur hússins nú 4 árum síðar komin í svo þrönga stöðu eðlilegt að mæta því með einföldun og hagræðingu í rekstri og stjórnun hússins. Að auki á aðkoma ríkis og borgar ekki að fjármagna rekstur heldur byggingu hússins líkt og fram kemur í 2. málsgrein eigendastefnunnar þar sem orðrétt segir að innan gæsalappa rekstur tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu skal standa undir sér þannig að ekki þurfa að koma til frekari opinberra framlaga. Gæsalappi lokast. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja því ekki tillögu viðbótarframlag og telja hana brjóta í bága við það sem áður var ákveðið og var en meginforsenda þess að gengið var til þess að halda áfram með byggingu Hörpunnar. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að lesa bókun undir 1. dagskrárlið og þá hefur við bara eftir að fá bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir öðrum dagskrárlið sem sala fasteigna Orkuveitu Reykjavíkur við Bæjarháls og Réttarháls. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góða borgarfulltrúar, kynni hér bókun okkar Sjálfstæðismanna Orkuveituhúsið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hlynntir því að húsnæði Orkuveitu Reykjavíkur við Bæjarháls og Réttarháls verði selt og að starfsemi flytji í ódýrara húsnæði. Heildarkostnaður við Orkuveituhúsið nemur 9,8 milljörðum króna á núverandi verðlagi en söluverð þess samkvæmt fyrirliggjandi tillögu nemur 5,1 milljarði króna. Ef litið svo á að sölu á húsnæðinu sé að ræða, felur það því í sér feiknarlegt tap fyrir Orkuveituna. Að ýmsu leyti hefur fyrirliggjandi sölusamningur yfirbragð lánssamnings til 10–20 ára og í því ljósi má segja að Orkuveitan sé í raun að taka dýrt lán. Kaupverð langt undir endurstofnverði og vaxtakjör eru mun lakari en Orkuveitan og Reykjavíkurborg njóta nú á lánum sínum. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að lesa bókun undir öðrum dagskrárlið. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og honum slitið klukkan 16:55. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.